Já, hæ krabbi. Nú ætla ég að gera spá fyrir þig. Sjá svona hvað að koma á næstunni og hvað ykkar energy, hvað svona, hvað í gangi. Sjá bara hvað kemur í spilunum. Og svo ég með Animal Oracle spil sem ég ætla svona að sjá svona hvaða energy hjá ykkur. Hvaða animal, hvaða dýr. Og það sem að mér fannst hjá ykkur þá finnst mér eins og að þið séu svolítið, ykkur finnst eins og að þið séu svona að keppa með tímann og tíminn séu bara svona flýgur bara, búið að vera það undanfarið eitthvað og kannski bara búið að vera nóg að gera eitthvað. En það allavega að koma einhver samskipti eitthvað sem þú þarft að taka svona einhverja ákvörðun með svona hvað á að gera. Og þetta gæti verið varðandi kaup eða vinnu kannski líka. Það svona eins og það þetta stendur svona alveg yfir hjá ykkur. Þetta bara þetta bara svona að koma að þessu og það þú þarft samt svona svolítið að taka smá tíma og hugsa skilurðu hvað svona já, þið finnst eins og þú þurfir að hugsa og taka rétta ákvarðanir eitthvað og það svolítið svona inn á ströggul. En þetta oft bara svona hausinn á manni sko. En við skulum fá fyrir krabbann. Hvaða animal yfir krabbanum? Hvað þarf krabbinn að sjá, heyra og vita? Þið fenguð power. Ég skulum lesa það. Greasy beer power. I am indestructible. I honor my intuition. I go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up. I will succeed. Þetta bara ykkar andi núna. Að þið alveg svona tilbúin að taka hvaða challenge sem og yfirkoma allt. Því að þetta bara þið, greinilega krabbi. Þið bara svolítið svona viljið bara ná árangri og ná það sem að þið viljið einhvern veginn. Hver vill það ekki? En já, við skulum allavega Grissi býri hérna, hann yfir ykkur og þið verðið í ykkar power greinilega. Og svo ætlum ég að fá hérna og þessu hér. Og björnin hann sterkur og hann heldur utan fjölskylduna, að koma með inn fæði og klæði og svona. Og það bara svona, og kannski hafið þið verið í einhver svona dvala eða eitthvað finnst verið einhver svona dvala en þeir að koma aftur. Björnin fer náttúrulega í dvala yfir veturinn og svona. Hvað meira fyrir krabbann? Þið fenguð you and your loved one are saved. Það krabbinn. Expect powerful change. Don't let your pride get in your way. Það ljón og krabbi hérna. Já, þeir svona eins og þeir búin að svona yfirkoma eitthvað svona kafla, yfirstiga eitthvað og það allavega einhverja svona gott framundan. Hvað svona meira sem við þurfum að sjá og heyra og vita?
meira verið krabban, hvað krabban sem að vita. Já. Við fengum 4 of Wands og 4 of Arrows. Já, þið hafi kannski verið svolítið svona upptekin í að reyna að ná einhverju markmiði og ná einhverju fram og framöndan bara svolítið sko þannig að þið að taka ykkur svona hvíld og svona getur svo svona nokkuð bara að fara að slaka á núna. Þú veist að þetta 4 of Wands finnst mér líka að vera eins og bara hús eða það getur verið að sé að fara í svona eitthvað getaway eða eitthvað sko eða já eða í sambandi og eitthvað svolítið sko og mér finnst það að vera meira þannig að ef þið í sambandi að það sé svona að vera að fara að gera eitthvað og slaka á og taka svona smá break, eitthvað svona break. Þetta svona yfir höfuð svona energy sem hjá krabbi og þetta gæti líka þýtt hjá einhverjum sko að svona break-up eða eitthvað fleiri sko eða eitthvað svona en nei, mér finnst það ekki. Ég sé þetta par saman og það er par í báðum minna sko þetta bara svona eins og getaway. Fara á hótel, fara í svona, já, fara á einhvern stað eða svona bara svona njóta tíma saman. Eitthvað meira fyrir krabban, hvað er svo að vita, Ten of Cups, Joyfulness. Tower. King of an Action. Já, ég held að krabbi, þú ert að fara að taka svona ákvörðun varðandi sjálfa þig og svona fara að gera eitthvað meira fyrir sjálfa þig og kannski verið svolítið upptekin í að vinna og vera að gera og redda einhverju og vera þarna og vera hinum megin og út allt eitthvað fleiri sko. Það hefur tekið smá svona toll á þig sko svona og það hefur fyndist kannski þú ert svona eitthvað svona hvíld eða eitthvað. Ég ætla að fá að draga hérna, velja hérna þessu, sjá hvað er inn í á krabbanum. Það fengur jörð, það er eitthvað svona, mér finnst svona material, eitthvað sem kemur inn, svona eitthvað sem þið eru búin að vera að bíða eftir. Og þið fengu 45, 27 eða eitthvað. Og 45 er bara ykkar angel number, englanúmer, sem þið getur googlað bara og finna það sjálf. Angel number meaning og
á netinu, 45. Nú skulum við lesa hérna 45. Samvera. Þessi sexliða leggur áherslu á gildi þess að jafnvægi ríki milli manna. Til þess allt gangi vel verður menn að hafa góða forystumenn og sameiginlegt sjálfsvitund. Já, samvera, þetta bara, mér finnst svolítið eins og að ég hafi svolítið þurft að vera svona, taka ákvarðanir, vera í stjórn og vera svolítið svona hálfgerðu boss hlutverki. Og það bara þessi andi sem verður bara hjá ykkur, að vera í kringum fjölskylduna og vinum og það verður svona svolítið áfram hjá okkur krabbi. Við skulum fá meira fyrir ykkur krabbi. Fá meira fyrir krabbin að sjá að heyra og vita. Moving on. Og svo solar plexus chakra og sacral chakra. Ég myndi segja að þið svona level upp með svo margt í kringu hjá okkur. Það hérna að þegar ég sé hérna chakra, kannski einbætt ykkur á sacral chakra og solar plexus. Og það það sem fólk sér og þetta svona meira svona action og það allt að level up og hlutinni ganga hraðar og betur að þið eru svolítið svona tengdari sjálfan ykkur og kannski hefur fundist ykkur verið svona svolítið í lausu lofti og þeir eru svolítið tengdari sjálfan ykkur þannig. En við skulum fá hérna tarotspil. Þannig að sem ég sé þá það að kompleksa og ná árangri í öll þess að þið takið upp fyrir hendur og svoleiðis. Og ef þið hafið haft áhyggjur af eitthvað myndi ekki ganga upp og þá það bara að ganga upp Eða kannski með eitthvað, já, í kringum hjá okkur. Því sem Steingate, það Hrútulón og Bjóðamær, það Ljónið og Krabbi. Það að hvað Krabbinn sem að vita á næstunni, hvað ég vona. Og þið fáið hérna Empress hérna. Og Empress getur verið að þið sé svona, já, svona að vera svona að bíða eftir ykkur eða reyna að vinna kannski að ykkur saman og komast eitthvað áfram með einhverjum öðrum. Og það eins og að það svona koma
Já, það kemur allavega betur út heldur en þið sáu fyrir ykkur, sko. Sjáðu nú meira. Já, ég segi svona eins og það er svona að vera að plana eitthvað samt við flutning eða það er kemur moving on og chariot er oft eitthvað, það getur verið sko að þið vilja fara svona að stakka við ykkur eða er að plana eitthvað og svona gera eitthvað breytingar þú og þú vilt sjá svona árangur og það er alveg það sem er að koma og svo er Queen of Swords líka sko sem að sem er tvíburi, vaspuri og vogin svo nautið en þeir eru svona í plana, það er nýtt tækifæri, eitthvað nýtt, það getur verið tilbúið eða eitthvað sem kemur og gefur ykkur svona aðstoð, gjöf eða eitthvað, eða eitthvað svona nýtt tækifæri. Mér finnst þetta varða eitthvað samt við hús og eitthvað svona. Gæti verið líka að sé gera breytinga varðandi húsnæði eða eitthvað sko. Eða eitthvað að stækka líka í kringum hjá okkur. Gæti verið náttúrulega bara líka að gera breytingar inn í húsi eða innrétta eða eitthvað fleiri sko. En þetta er allavega svona einhver ákvörðun sem taki eitthvað svona saman og já, með eitthvað svona nýja byrjun eitthvað. Svo ætla ég að fá líka hvað er að gera samt við ástina. Jupiter overthinking, separation. En það er eitthvað það er svona eitthvað söknur og gæti verið svona að það kemur separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Og mér finnst þetta bara svona að vera já, svona eins og verið í Eight of Swords sem er svona of hugsa með hlutina sko. Outdated thinking, condition, replaying events once in your head. Það getur verið varða eitthvað sem að varða ástina, eitthvað sem að þið eru að svona stressa ykkur yfir og kannski svona eitthvað smá erfiðleikar eða eitthvað sem og stress og kvíði kannski sem er að hafa eitthvað svona áhrif. Og svona, já. Og það er kisses, unconditional loving, giving, receiving affection, fall in love. Og mér finnst eins og sé svona einhver hræðsla kannski að missa einhverju eða eitthvað svoleiðis sko. En það er eitthvað sem að við hafa að gera af.
og þetta gæti verið einhver bara í kringum hjá okkur líka sem er í þessu hugsunum og svona vill betrumbæta, vill vera að gera og er svona tilbúin að laga hluti og eitthvað fleiri sko. Eða það bara þið sjálf. Þið fáið hérna Page of Pentacles. Og það gæti varða eitthvað svona ákvörðunartöku hvað að gera og það er svona eins og vera mikið að spá hver sagði þetta og hver sagði hitt og það gæti verið líka bara fólk svona í kringum hjá okkur eða eitthvað en þetta er svona en þetta er eftir að lagast þetta er bara kannski hefur ekki fengið að segja þitt eða tala sko, hvað þú vilt eða eitthvað svoleiðis sko og finnst þau vera svolítið svona út úr en það er og þetta hefur svona tekið svolítið á svona og gert ykkur ágjur og stress og eitthvað svona en það er eftir að lagast og eitthvað vill koma inn og laga svona eitthvað sem að gæti verið kannski eitthvað sem að hefur sagt eitthvað sem að var ekki alveg í lagi eða eitthvað fleiri sko. Þetta gæti verið bara, eitthvað í umhverfinu eitthvað líka. Það var hvað meira fyrir krabban. Já, skulum kannski bara fá aðeins meira hérna. Og þetta gæti líka tengst samt við vinnu eða eitthvað. Ágjör varðandi peninga og varðandi vinnu. Two of Pentacles, King of Cups. Já, svona apríl er eftir að sjá svona betur yfirsýn svona hvað skal vera og það verður allt svona meira í jafnvægi sko í apríl og hlutirnir ganga svona miklu betur heldur en að búast við sko og það er eitthvað svona sem getur fagnað líka þá. Já, það er allavega eitthvað sem þið getur fagnað og þetta er eitthvað sem þið sjá ekki, þið sjá þetta ekki fyrir ykkur núna sko, þetta er svona, getur verið eitthvað smá stress á kvíði og svo bara, já, í apríl er þetta bara orðið svolítið svona stabílt og þið getur farið svona að plana svona meira fram við, hlutirnir eru komin svona svart og hvít, getur farið að plana svona fram við hvað skal gera. Og þeir sem eru single þá er einhver að koma inn líka og hefur mikið áhuga á þér og er að sýna þér áhuga en það er eins og að þú þarft að svolítið að svona ákveða
hvort þú eigir að fyrirgefa eða hvort þú eigir að gera þetta og hitt og svona og hleypa sér manneskinn eða hvað. Og það svona kannski ómikið búið að gerast. Þetta getur verið fyrir einhvern sumaðina, ekki alla. Og það eins og að þessi manneskja hefur svona, já, kannski haft ómikið, gert ómikið eða eitthvað svoleiðis sko. En þessi manneskja vill laga og það alveg svona, já, kannski ómikið verið að tala hlutina fram og tilbaka eitthvað. Eða kannski ert þú að hugsa þetta ómikið. En já, ég ætla að láta þetta bara duga fyrir ykkur krabbi. Bye!